Þú var tapinn í dag, bara hvernig metur núna tímabilið þegar þú lítur yfir það? Slæmt að tapa í dag, en aftur líti gaf allt í leikin og fengum svona litlum tækifærum til að komast inn í leikina og ná kannski betri úrslit. Heilt yfir bara ánur og svona bara mjög bara stoltur með liðinu og þjálfarateyminu og allum sem voru að leggja mikla vinnu í núna í ár. Niðurstaða annað sæti á móti liði sem svolítið búin að vinna, svona taka svolítið yfir íslensku fótboltanum undanfarin ár og bikarúrslit eftir 10 ár, þrátt fyrir tap, það var mjög svekkjandi, utan ég vildi að gefa þennan titil fyrir klubbin, fyrir stuðningsmenn sem búin að bíða lengi að liði verður í einhver tækifæri til að vinna eitthvað karlamein í fótboltanum, en þennan tap getur ekki skilgreina okkur í ár, mikið samstæða, mikið svona samvinna sem við leggjum á í verkið, allir saman og eins og segir bara svekkjandi að missa svona okkar lykilmenn þegar deildin koma svona alveg í lok tímabils og ráðast hver vinnur utan á þeim tímapunkti mér fannst svona við besta liðin í deildinni. En heilt yfir margt jákvætt, fullt af leikmönnum spila sitt besta tímabil í ár. Thomas Bent eftir nokkra mánuði fær tækifæri til að falla út og svona eins og segir margt jákvætt og margt sem verður lærdómur fyrir framtíðina. Þessi dýrt líka mist svo mikil að menn líka í... Já, alveg klárlega. Það eins og ég var aldrei kannski að tala eitthvað mikið þetta, en það eru ekkert mörg lið sem missa Donnarumma, Vitinha og Dembélé skilur og vinna eitthvað. En við gáumst aldrei upp og við reyndum, leitum að lausnum og strákarnir bara á skilið. Jafnvel í dag þegar ekkert kannski mikið að keppa við erum bara að leggja allt og segir bara stoltur með liðinu mínu. Marga leikmenn líka í dag? Já, vanta marga leikmenn í dag, margir eru meittir, margir búnir með aðgerð og byrja svona með sitt recovery fyrir næsta tímabil, Tryggvi Banni, vond umræða núna í vikunni sem svona hjálpar ekkert í undirbúningu fyrir leik, en við gáum bara alvöru leik, vorum með tækifæri til að komast betur inn í leikina og markmið okkar var alltaf að ná úrslit í dag líka og enda tímabil vel, en eins og sagði áðan þessi leikur breyta neinu, niðurstaða annað sæti og bikarúrslit og góður grunur til að byggja hún á næsta tímabil. Bara augljósa spurningin, hvernig framtíði var? Hún ráðin? Ég veit það ekki, það ekki spurning fyrir mig, ég ekkert að ráða verður ég starfi áfram eða ekki. Eina sem ég ráða að leggja mig fram, sem ég búin að gera allan tíman og leggja sál og hjarta í verkefni fyrir verkið sem ég búin að bera mjög stoltur og mjög takklátur allan tíman og núna á ég vona að hitta mína stjórnarmenn og fá bara alveg hlutinn á hreinu. Hvernig finnst þið samt að eins og bara lesa í blöðunum og sjá í fréttum að það sé verið að funda með öðrum aðilum starfið á bara miðju tímabili? Bara mjög svekkjandi, ef þetta rétt, miðað við allt sem ég búin að gera, þetta ekki skilið, það bara alveg hrein mál og en eins og sagði áðan, ég bara þannig gerður, ég ekki að dæma á eitt og neitt. Við erum aldrei dæmdir það hvað við erum að segja, við erum dæmdir það hvað við erum að gera og ég vona innilega að það kemur bara í ljós í næstum dögum og eins og segi, ég vona bara að hitta mína menn og fá hlutinn á hreinu. En þú ert alltaf áfram í Val? Engin spurning, ég með 2 ára eftir samningu eftir og kom inn á áðan, það búin að leggja mikla vinnu til að koma Val aftur á þennan stað að við erum að keppa eitthvað og gefa Breiðablik og Víking samkeppni. Þessi samkeppni ekki búin að vera mikið til staðar síðan 2020 þegar við unnum síðast Íslandsmeistaratitilinn, en eins og ég sagði áðan, ég bara stendur beint og hreint eins og alltaf með kassan úti og svo bara kemur ljós í næstum dögum hvernig framtíðin verður. Byrjunlega á, en Sigurður Egill ekki í hóp, það voru okkur sögur að vera hræddur að meiðast, það rétt? Nei, ég menna það búin að ganga mikið á og ég ánægður fyrir hann svona Sigga og líka félagsins að það búin að lesa þennan mál og menn búin að taka hendur saman og kom svona sameiginleg yfirlýsing frá okkur og Sigga að málið bara lokið, en hann talaði við mig núna í vikunni og var ekki alveg andlega klár að spila þennan leik og bað mig að spila þennan leik, þannig ég svona bara virðingu fyrir því og við vorum með andra menn sem bara gátu spila leikin.